Þegar herinn kemur til Íslands eftir stríð, að þá myndast klíka sem tengist stjórnmálunum, sérstaklega Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki mikið, og þá myndaðist kúltúr, spillingakúltúr, og þetta hefur bara haldið áfram. Og þetta nú oft svona að þegar auðveldur gróði kemur, að þá verða hliðarverkanir sem eru mjög slæmar, og í þessu tilfelli það mjög spillt kerfi. Já, ástandið hræðilegt og það hefur hreinlega ekkert verið gert að viti. Það það einfalt. Strax í byrjun þá lögðustu niður og dóu. Þessi ráðamenn þau voru hræddir við eitthvað, ég veit ekki alveg hvað þau voru svona hræddir við. Þeir hreinlega gáfust upp. Stjórnmálamennir, þeir runnu saman við spillinguna, þeir runnu saman við útrásavíkingana. Og þeir eru meðsekir. Og við hvað kemur upp á yfirborðið. Ég sé enga aðra skýringu. Pólitíska kerfið á Íslandi ekki lýðræðiskerfi. Það byggist á því að pólitíkusar tala við fólk 15 mínútur fyrir kosningar og síðan skella þeir í lás. Þannig að þeir þurfa aldrei að svara fyrir neitt. Á hinu Norðurlandunum þar verður menn að segja af sér að minnstu orsökum. Á Íslandi segir enginn af sér. Á Íslandi tekur enginn ábyrgð á neinu. Það náttúrulega víða spilling. En ef við lítum til hinna Norðurlandana, þá sér það ekki nærri til svona mikið, vegna þess að siðgæðisvitundin á miklu hærra plani. Fólkið sjálf, það lætur ekki vaða svona ofan í sig eins og gert á Íslandi. Fólkið rís upp og stjórnmálamennir vita það og taka tillit til þess. Það mjög oft fólk ráðið í stöður sem á ekki að ráða við þær stöður. Það til hæfara fólk sem þá ekki í sama stjórnmálaflokki eða tengist ekki einhverju fjölskyldu eða eitthvað. Þannig að fyrir hagkerfið heild það slæmt, því að þú vilt náttúrulega alltaf hafa hæfasta fólkið að gera rétta hluti.